Vinna og virkni býður upp á ótal tækifæri fyrir þá sem hafa áhuga á að starfa með skemmtilegu fólki í fjölbreyttu umhverfi. Starfsemin fer fram á vinnustöðum Ás styrktafélags sem eru Lækjarás og Bjarkarás í Stjörnugróf í Reykjavík og Ás vinnustofa í Ögurhvarfi í Kópavogi. Leiðbeinendur í vinnu og virkni eru ráðnir óstaðbundið hjá félaginu og geta því fylgt því fólki sem þeir aðstoða þangað sem þeirra er þörf. Mikilvægt er að allir leiðbeinendur starfi samkvæmt sömu hugmyndafræði og leggi grunninn að gæðaþjónustu í daglegu starfi. Leiðbeinendahópurinn er fjölbreyttur og samanstendur bæði af fólki með sérfræðimenntun og ófaglærðu fólki. Sérfræðingar í vinnu og virkni eru til dæmis þroskaþjálfar, fólk með sérþekkingu á sviði lista og sköpunar eða með annars konar sérþekkingu á ákveðnum sviðum sem nýtist í starfinu. Trausti Júlíusson, þroskaþjálfi, starfar í Ási vinnustofu og hefur tekið virkan þátt í þróun vinnustaðarins. Trausti hóf störf hjá félaginu árið 2008 og fann fljótt að þessi starfsvettvangur átti vel við hann. Hann ákvað því að sérhæfa sig enn frekar og útskrifaðist sem þroskaþjálfi árið 2016. Ég heiti Trausti Júlíusson og ég er búinn að vera að vinna í Ási alveg síðan haustið 2008 og ég byrjaði sem sagt, þetta var eftir hrun og mér vantaði vinnu og ég byrjaði að taka mér veikindaafleysingu sem átti bara að vera til áramóta og síðan var það framlengt aðeins og ég var alltaf einhvern veginn á leiðin í annað starf og fór kláraði þarna nám í háskólanum samhliða vinnunni, gerðist til þýðingafræðingur og kláraði þann master en svo ætlaði ég að prófa að vera bara 50-50 að vinna hér og síðan sem þýðandi en þú veist, mér fannst bara mikið skemmtilegra að vera hér þannig að ég endaði með því að fara bara í þroskaþjálfan og kláraði það 2016 og er búinn að vera að vinna síðan sem þroskaþjálfi og ég komst bara að því að vera að vinna hér að þetta starf höfðar meira til mín áður en að ég sem sagt byrjaði í þessu þá var ég millistjórnandi í verslunarfyrirtæki sem var að mörgu leyti fín vinna en þar er aðal áherslan á peninga en í þessu starfi þá var aðal áherslan á fólk og það höfðar bara einfaldlega meira til mín gefa mér meira mér finnst það það er dýrmætara fyrir mig heldur en þetta streð við peningamálin